Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Við förum á Seyðisfjörð þar sem að bæjarstjórinn heimsækir nýbakaða foreldra í hvert skipti sem að nýr Seyðfirðingur fæðist. Ég held að segja sjálft að þetta er auðvitað með í efsta skalla. Á Breiðdalsvík hefur athafnamaðurinn Friðrik Árnason heldur betur lagt sitt af mörkum við uppbyggingu staðarins og rekur meðal annars verslun og kaffihús í gamla kaupfélagshúsinu. Ég var bara að fara til þess að hreinsa hugann og segja bara ég ætla ekki að kaupa þetta. Nema það vildi ekki betur svo til en ég keypti hótelið að daginn eftir. Með hagnaður var það rekstri loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði. Fyrirtækið er í eigu heimamanna og arðurinn er nýttur til ýmissa verka í heimabyggð. Ég fullvissu það að þetta samfélag myndi líta öðruvísi út ef við hefðum ekki þetta fyrirkomulag og þetta fyrirtæki. En við hefjum leikinn hér á Eskifirði þar sem við kynnumst Tanna Travel og ætlum að fara í smá bílferð á henni Lukku. Nú erum við að keyra hérna inn í Lukku sem er nýjasti bíllinn ykkar. Já. Heita bílarnir allir einhverjum sérstökum nöfnum? Já, það heita allir bílarnir einhverjum nöfnum og í gegnum tíðina hefur þetta verið svona dálítið kostur og gallar við að bílarnir heita eitthvað því að stundum hefur verið ansi sárt að sjá á eftir þeim þegar við höfum selt bíla. En þeir heita allir eitthvað og þetta byrjaði náttúrulega verið að skýra eftir mönnunum sem kannski voru að selja okkur bílana og það var Gwendolína og Ólafía og svona ýmislegt. Og nú eigum við eina 16 bíla og þeir heita allir eitthvað og við tölum þá alltaf með nafni. Já. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt. Sveina og prinsessan, Lady D. Fjölskyldufyrirtækið Tanni Travel á Eskifirði á sér langa sögu og hefur þjónað Austfirðingum sem og öðrum landsmönnum og erlendum gestum dyggilega gegnum tíðina. Hvað er Tanni Travel? Tanni Travel er ferðaskrifstofa sem rekur eigin hóp bifreiðar og við erum búin að vera starfandi sem Tanni Travel síðan 1993 og fyrir þann tíma þá var þetta svona rútufyrirtæki og bílaverkstæði og við byggjum okkar starfsemi náttúrulega bara á þeim grunni og erum að ferðast með fólk út Austurland og út allt land og út fyrir landsteinana. Þannig það koma ýmis verkefni inn á borð til okkar. Við byrjuðum náttúrulega vorum kannski ekki með marga bíla og þetta var svona starfsemi fyrir 1, 2, 3 kannski. En verkefnastaðan hefur náttúrulega, eða verkefnunum hefur fjölgað á undanförnum árum og við höfum þetta kannski tekið þá stefnu svolítið líka að sækja okkur verkefni. Við vorum áður kannski meira að sinna því sem að kom inn á borði okkur. Og við erum meðal annars að keyra starfsmannakstur úr álverinu og við erum að keyra skólana og erum að sinna svæðinu töluvert vel bæði eða allt árið. En svona það helsta kannski sem við erum að gera yfir sumarið eru skemmtiferðaskipin. Þau eru ansi stór póstur hjá okkur á sumartímanum. Og svo þetta bara ferðamönnum sem er að koma inn á svæðið og vilja að fara hringum Ísland en við reynum svona að stoppa þá lengur á Austurlandi. Og nýjasta verkefni hjá okkur við erum að taka þátt í þessu beina flugi sem verður á dagskrá í sumar frá Egilsstöðum til Englands. Og allt þetta góð og gild verkefni sem kenna manni ótrúlega flotta hluti og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Meet the Locals eða hittu heimamannin er skemmtilegt verkefni sem að Tanni Travel hefur þróað á síðustu árum og hefur svo sannarlega slegið í gegn hjá ferðafólki. Það byrjaði fyrir svona 3 árum síðan. Það sem við sátum á fundi og vorum að velta fyrir okkur hvað við getum gert skemmtilegt til að svona fá fólk á svæðinu með okkur kannski meira í lið og sinna ferðamanninum og við vorum búin að velta því fram og tilbaka hvað væri svona það merkilegasta við Austurland og spurðum bæði innlenda og erlenda ferðamenn og það sem alltaf stóð upp úr var fólkið og okkur fannst þetta svo skemmtilegt að við duttum niður á þetta skemmtilega konsept Meet the Locals sem við notum sem vörumerki í ferðum sem við erum að búa til en erum einnig með undir því mat í heimahúsi og svona bæjargöngur og þetta er að slá algjörlega í gegn og við erum að fá fullt af fólki með okkur í lið og það er það sem er svo gaman að við erum bæði með ferðaþjónustuaðila með okkur í þessu og við erum með heimamenn með okkur og það er allir boðnir og búnir til þess að taka þátt
og ferðamanninu finnst þetta náttúrulega æðislegt að komast inn heima hjá einhverjum og komast einhvern veginn alveg svona inn í stofu og það er verið að skoða fjölskyldualbúmin og allavega, það er auðvitað bara eins misjafnt og mennirnir eru margir hvernig það þróast sko. Já, við getum gert nánast hvað sem er inn í framtíðinni með þetta. Það er mjög spennandi og bara enn og aftur svo gaman hvað íbúarnir á svæðinu eru tilbúnir í þetta og allir einhvern veginn svo spenntir og þá er svo gaman. Eigum við ekki að skella okkur bara í heimsókn hjá heimamann? Jú, það er bara í mat. Gestgjafar dagsins voru hjónin Svanhvít Ingvadóttir og Agnar Guðnason og voru það veraldarvinir sem að komi í heimsókn. Hefur þú tekið þátt í því að vera gestgjafi áður? Já, 2 sinnum áður höfum við tekið þátt. Mér finnst þau bara að vera rosa spennt. Spurja mikið hvað við erum að gera, bæði hérna á svæðinu og svo erum við náttúrulega annars staðar frá bæði úr eyjum og þau spurja mikið það og bara vilja vita bara mikið Ísland og hvað við erum að gera. Hvað er það að bjóða upp á í dag? Það er plokkfiskur, íslenskur plokkfiskur með rúgbrauði og smjöri og salat með og svo fáðu skyrköku í eftirrétt úr íslensku skyri og rjóma. En hvernig er að fara í heimsókn til heimamanna? Oh, I like it a lot. You know, you can go online and look up all the facts and details, but you don't get a sense of how wonderful the people are until you actually sit down with them. And they always have the food that's the best because it's not stuff that you would find in a restaurant. And you get to ask the questions that you really want to know that you didn't find as you have all your different guidebooks and stuff. So I'm really liking it. Friðrik Árnason hefur heldur betur lagt sitt af mörkum við uppbyggingu ferðamennsku á Breiðdalsvík undanfarin ár. Hann byrjaði ungur að starfa við ferðaþjónustu og rak sitt eigið farfuglaheimili og hótel tíma. Hann segir að hóteláhuginn hafi kviknað aftur þegar hann kom heim úr námi frá Danmörku. Sá þetta hótel til sölu í Morgunblaðinu, Hótel Bláfell þar að segja, og búin að hugsa um töluverðan tíma og ég var búin að sjá það áður auglýst. Þannig ég ákvað að koma austur á morgni 7. janúar 2009, lagðast að heiman á Njarðvíkonum kl. 6 á morgni og þetta var aðallega til þess að komast út úr hausnum á mér, þessari fáránlegu hugmynd að kaupa hótel á Breiðdalsvík. Ég var bara að fara þarna til þess að hreinsa hugann og segja bara ég ætla ekki að kaupa þetta. Nema það vildi ekki betur svo til en ég keypti hótelið að daginn eftir og þess vegna er ég komin á Breiðdalsvík. Friðrik rekur ekki aðeins Hótel Bláfell heldur hefur fjárfest í mörgum eignum á staðnum og hugsa svo sannarlega út fyrir boxið, en hann hannaði og útbjó veislusal í gamla frystihúsinu. Við ákveðum að búa til konsept, að setja allar eignir sem við erum með hérna á Breiðdalsvík undir sama hatt og ákveðum að láta það heita Tiny Town of Breiðdalsvík og undir því er kaupfélagið Hótel Bláfell. Við erum með eikarbát í höfninni sem við erum að bjóða upp á sjóstöngveiði og lundaskoðun og selaskoðunarferðir. Kaffi Margrétin upp í fjallinni sem við breyttum nafnuna á og heitir núna Aurora Lodge og svo erum við með íbúðir, íbúðir til leigu fyrir ferðamenn og svo frystihúsið sem er ráðstefnusalur. Og þetta við erum að búa til heildarkonsept, þannig að þetta er búið til rómantíska mynd af þessu litla flotta þorpi sem við erum með hérna. Þannig að mér vantaði stærri sal og það náttúrulega beinast við að nýta þetta húsnæði hinum yfir götuna. Og þannig að við byggum til hennar flotta sal og það er búið að vera fullt af viðburðum í honum síðan og við erum búin að nota hann mjög mikið. Þannig að þetta var eiginlega bara að finna nýtingu á húsinu og vöndunin var líka fyrir hendi. Og þetta er gamla fiskvinnsla? Þetta er bara gamla frystihúsið á Breiðdalsvík. Fólk átti að segja ekki, það er rosalega gaman að sjá heimamenn sem voru að vinna þarna í kannski 20 ára. Þeir voru að koma inn fyrst og fólki þekkti sig ekki í húsinu, það er svo rosalega breyting og mjög gaman og vekur mikla athygli. Og þetta er bara góður tónleikasalur og viðburðir og það er búið að vera árshátíðir og það er búið að vera ráðstefnur og tónleikar og böll og svo núna erum við með mikið hópum í hádegismat og verður í sumar og verður fullan út úr dyrum allan dag. Friðrik opnaði skemmtilega verslun í gamla kaupfélagshúsinu, þar sem að kaupfélag Stöðfirðinga á Breiðdalsvík var rekið frá árinu 1956 til 2012, en húsnæði hafði staðið autt í heilt ár þegar hann tók við því. Þegar ég kaupi húsið þá byrjaði ég að breyta því í bara kaffihús annars vegar og minjagreipaverslun. Það var handverksmarkaður, það sem matvöruverslun er núna, þar var handverksmarkaður fyrstu 2 árin og svona prjónavörur og handverk og svo þegar Kristín og Njáll sem ráku matvöruverslunina í bensinstöðinni, þeim langaði aðeins að fara minnka við sig.
þá tók ég við búðinu og flutti henni niður í þetta hús, þar sem bara kaupfélagið var. Og þá ákváðum við að gera þetta öðruvísi, gera þetta svolítið svona unique, gera þetta svolítið gamaldags, þannig að þetta yrði gaman að koma í búðina. Þetta ætti ekki að vera bara hvítar hillur og þetta átti að vera gaman að koma. Og við hönnuðum þetta saman, ég og Karl Indriðarsson sem er að vinna hjá mér og málarinn sem var að vinna, ég var með málarivinnu, Guðni málari, alveg frábær málari og við fundum hérna gamla lit og máluðum hillunar svona gamaldags. Halldór sem er smíður á mér, sem smíðaði þessa hillur og við hönnuðum þetta allir saman og þetta bara heppnast rosalega vel, sko. Við höfum mikið verið að fá hérna ferðaskrifstofufólk í heimsókn og það tala nánast allir það bara þessi búð, þessi eiginlega bara tourist attraction, þetta er svo gaman að koma inn, þetta er náttúrulega, það finnur hvergi svona. Segðu mér frá þessum gömlu hlutum í það uppi, hvað er þetta? Hvaðan kemur þetta? Þetta er bara gamalt dót sem var hérna upp á Hálofti sem við fundum þegar ég kaupi húsið 2012, þá sáum við bara þetta dót upp á lofti og letum það eiga sér enn sinn, en svo þegar við opnuðum matvörubúðina í fyrra þá var þetta náttúrulega bara að gera að nota þetta og að skreyta búðina með, þetta er náttúrulega bara saga búðarinnar. Hvað höfum við hérna? Við höfum fatnað? Það er fatnað, það er skór frá Iðunni og Akureyri, Heklu og anorakkar. Það eru gömul tískublöð, bötteri, Braga kaffi sem er útrunninn 1971 til dæmis, heill kassi. Og alls konar mjólkurduft og umbúðir utan af hrogni og nýrum og skór og töskur og mjólkurbrúsar og alls konar dót, bón og batteri. Þannig að það hefur allt fengist í þessari verslun? Þetta náttúrulega var kaupfélag, þannig að það fekkst alveg frá bara vindlum upp í Dráttarvélar, þannig að það var allt þannig á villi. Hefur fólk falast eftir að kaupa þessa muni? Já, það hefur gert það. Það kom viðtal við mig í Hádegisútvarpinu fyrir mörgum ára síðan og þá vorum við að skoða dótið og þá minntist ég að það væri til hitt og þetta henni upp á Hálofti og það stoppaði ekki síminn í 2-3 daga. Það var hringt fyrir sími frá Þingeyjarsýslunni og spurt hvort ég ætti stregaskó og heilt leikfélag að vera að setja upp verkstæðstóri. Gleri termósbrúsa, margir sér hringdu utan því að það er gleri termósbrúsa. Þannig að þetta er búinlega gaman, sko. En þetta er ekki falskt? Þetta er ekki falskt. Friðrik lítur björtum augum á ferðamannasumarið framundan og lífið á Breiðdalsvík almennt sem að hann telur vera á uppleið eftir erfiða tíma. Sumarið er náttúrulega fullbókað, en það er samt ennþá þannig að það vantar ennþá meira straumið vetrartímann. En það er alltaf að aukast, þetta er alltaf að þéttast og það er bara búið að vera mjög mikið að gera í vetur. Ekki nóg, en helling samt, þetta er samt sem að við höldum fólki í vinnu og nógum að halda opna allt árið, þannig að þetta er bara mjög jákvætt og þetta bara eftir að aukast. Með auknum ferðamannastraumi líka, þá erum við líka búin að skaffa mikla atvinnu og þegar okkur eru 8 manns í vinnu á Árskógsgrundvelli. Fyrir 3 árum síðan var engin vinnu hjá okkur á Árskógsgrundvelli. Við erum með iðnaðarvinnu á Árskógsgrundvelli með þessa flottu búð með frossa flottu vöruúrvali. Þannig ég held að þetta hefur bara jákvæð áhrif og ég held að það sé bara jákvæðar endir samfélaginu núna. Þetta var, botninu var held ég náð svona 2010 þegar átti að loka hérna höfninni. En svo komu hérna aðkomubátar og fóru að landa hérna og eftir það er bara búið að vera upp á því, sko. Fiskmarkaður og já, það er bara nóg með að vera akkurat eins og staðir núna. Ekkert atvinnuleysi, það er engin atvinnuleysi í plássinu, ekki ein manneskja og það er bara vandamál að finna fólki vinnu, það vantar engum vinnu, það vantar frekar húsnæði og fólk. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. Það er ekki á hverjum degi sem að maður heyrir bæjarstjóra sem tekur sér hlé frá sínum daglegu störfum til að heilsa upp á nýbakaða foreldra í bæjarfélaginu og færa þeim gjöf. En þetta gerir bæjarstjórinn á Seyðisfirði í hvert sinn sem nýr Seyðfirðingur fæðist. Núverandi bæjarstjóri, Vilhjálmur Jónsson, hefur farið í þó nokkuð margar heimsóknir frá því hann settist í bæjarstjórastólinn. Og þegar við hittum hann á dögunum voru þau Eva Björk Jónudóttir einmitt á leið í eina slíka og fengu við að fljóta með. Og hvert erum við að fara? Við erum að fara að heimsækja unga stúlku sem fæddist í desember. Það er búið að skýra. Eru þið ofta að fara í þessar heimsóknir? Þetta eru svona hvað, 6, 7 til 10, 11 á ári. Og er þetta gaman? Mjög skemmtilegt.
Þessum skemmtilega sið hefur verið haldið í heiðri margra ára skeið og talið að Cecil Haraldsson, fyrrverandi sóknarprestur sem þá var bæjarfulltrúi á Seyðisfirði, sé upphafsmaðurinn. Góða dag. Þetta byrja nú fyrir minn tíma sko, í þessu starfi og líklega í kringum 2004-05. Ég held að fyrirmyndin sé kannski einhvers staðar á Norðurlöndunum ef að fyrirmynd fyrir þessu sem að kannski skiptir ekki máli því ég held að þetta sé mjög góður siður sem hann hafa tekið upp og til þess að efla kannski þessi samskipti og svona samkennd og nær veru í bæjarfélaginu. Ég heyrði nefnilega að þetta ætti að vera til þess að hvetja bæjarbúi til að búa til fleiri börn og fleiri íbúa. Er ykkur fótur fyrir því? Ég hugsa að það hafi allavega verið til þess að taka vel á móti nýjum íbúum og ekki síst þeim sem að fæðast á Seyðisfirði. Jú, og svo lítur að vera einhver hvatning í leiðinni. Bæjarstjórinn fer svo sannarlega ekki einsamall í þessa vitjanir en Eva Björk Jónudóttir, þjónustufulltrúi og vefstjóri Seyðisfjarðarkaupstaðar fer með honum og skipuleggur jafnframt heimsóknirnar. Ég hef samband við foreldra. Já, það þarf að vera svona 3, 4, 5 mánaða. Maður þarf að geta að fengi pínu að knúsast í krílinu, sko, í heimsókninni. Og við mælum okkur mót og pakka einn gjöf og svo mætum við bara staðinn þar sem rosalega vel tekið á mót okkur og tökum mynd af fjölskyldinu og eigum orðið fínt svona myndasafn af fjölskyldum sem síðan birt á heimasíðunni seinna sama dag ásamt frétt af þessum nýja Seyðfirðing og oft býðum við líka ef var að koma nafn þá býðum við svolítið eftir kannski að nafni sé komið þannig að við getum nafngreint. Við erum til dæmis að gera það hér, þessi dama var skírð páskana og svo bara erum við í cozy feeling í klukkutíma með þessu fólki og litla barninu. Og alltaf búið upp á svona veit. Já, agalega vel tekið að móta okkur yfirleitt, þetta voða skemmtilegt. Gestgjafar dagsins eru Dagný Erla Ómarsdóttir og Haraldur Björn Halldórsson sem eignuðu sitt annað barn í desember, Sigrúnu Ísold. En hvernig að fá bæjarstjóran í heimsókn? Það bara mjög skemmtilegt, sko. Hver annar 50 dagar? Engin kvíði, ég meina þetta nú ekki fyrsta sinn sem þið kíkja til ykkar. Nei, þið komu fyrir 2 árum. Þekktust þið eitthvað þá? Nei, þá í rauninu bara held ég að vera að tala við Vilhjálm í fyrsta skipti, sko. Og hvað finnst ykkur þennan sið? Hann mjög skemmtilegur og líka þá bara fyrir stelpunnar örugglega að þetta allt á netinu og þetta til upplýsingar þetta að þú veist að það skoðið þetta eftir nokkur ár. Ég held að það geti verið mjög skemmtilegt, sko. Að bæjarstjórinn hafi komið og heimsætt þær þegar voru litli. Já, og eigi þessa gjöf frá honum, sko. Já, það má með sanni segja að þetta sé alveg einstakur siður og skemmtilegur. En hvaða þýðingu hefur hann fyrir bæjarfélagið? Ég held að skipti náttúrulega miklu máli svo getur þetta verið misjafnt í hverju tilviki, sko. Og kannski geta foreldrarnir svarað enn betur fyrir það, sko. Sko þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni og ég held kannski að við sem komum í heimsóknina og erum að undirbúa þetta og finnst ótrúlega sjálfsagt og gaman að koma. Ég ekki alveg viss að eins og til dæmis bæjarstjórinn átti sig á hversu mikla þýðingu þetta hefur fyrir fjölskylduna sem fær hann heim í stofu, í kaffibolla, í spjall og svona vinalega stund. Þannig að ég held þetta sé góð tenging og svona nærkontaktin og þetta fallegt og skemmtilegt verkefni. Eva og Vilhjálmur eru ekki viss hve mörg börn hafi verið heimsótt frá upphafi en þau segja að þau séu þó nokkuð mörg. En ætli þetta sé eitt af því skemmtilegra sem bæjarstjórinn gerir af þeim fjölmörgu verkum sem hann sinnir fyrir bæinn. Nú það maður að vera svolítið gætinn, sko. Þetta mörg verkefni sem bæjarstjóri kemur nálægt. En ég held að segja sjálft að þetta er auðvitað með í efsta skalla, sko. Takk bara kella sem leiðist, það var bara gaman. Já. Það svo bless. Takk fyrir. Takk fyrir, já. Methagnaður varð á rekstri loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði á síðasta ári en hagnaðurinn nam tæpum 2 milljörðum króna. Hagnaðurinn hefur fjórfaldast á 5 árum.
Sérstaða Loðnuvinnslunnar er að fyrirtæki er að mestu í eigu kaupfélags Fáskrúðsfirðinga, sem aftur er í eigu félagsmanna, sem flestir eru íbúar á staðnum. Í samvinnufélaginu gildir að hlutur allra vegur jafnt og einn maður er eitt atkvæði. Þetta þýðir aftur ríkar samfélagslega skyldur á félagið. Áherslan er ekki á fjárhagslegan hagnað, heldur er arðurinn nýttur til fjárfestinga innan fyrirtæksins eða í verkefni á staðnum. Á aðalfundi félagana fyrir skemmstu var tilkynnt styrkveitingar og næstu skref í fjárfestingum, sem hafa þó verið miklar á síðustu misserum í skipum, kvóta og byggingum. Og það er ekki allt búið enn. Við kaupum vaskurðarvélar, þar að segja það eru 2 vélar í einni vél og mikinn búnað í kring, þannig að það er fjárfesting upp á 450 milljónir. Það er stærsti samningur sem þetta fyrirtæki hefur gert sem heitir Valka í Kópavogi og er ofboðslega framalega og ég myndi segja að við erum að fara kannski 10 ár fram í tíman í tækni. Þetta á að gjörbylta frystihúsinu hjá okkur. Þetta þýðir það að afköstin aukast 70% með sama mannskap. Meðal styrkveitinga voru 3 milljónir króna til uppbyggingar í félagsheimili Fáskrúðsfirðinga sem heitir Skrúður. Upphæðin kom formanni hollvinasamtaka heimilisins verulega óvart en verkefnin eru næg. Þannig að við verðum alveg bara kjaftstopp þegar við sáum þessa tölu og hún var vel útbúin hjá stjórn fyrirtækisins. Það er að segja hún var skilyrt þannig að bæjarfélagi kemur á móti og þegar Páll bæjarstjóri kom á fund til okkar það mál þá bara doblaði hann töluna. Þannig að við erum í stakk búin til að fara að láta eitthvað sjást. Og hvernig ætlaði að byrja? Byrjaði. Hversu miklu máli skiptir fyrir samfélagið Fáskrúðsfjörð að hafa fyrirtæki eins og Loðnuvinnsluna eða kaupfélagi sem að geta stutt svona við framtaksverkefni íbúa? Það skiptir bara öllu máli. Það væri margt öðruvísi hér ef þetta fyrirtæki væri ekki hér á staðnum. Það er bara kjölfestan í nánast öllu hér. Síðustu mánuði hefur verið í gangi mikil söfnun fyrir nýjum bát björgunarsveitarinnar. Bátasmiðar Rafnar smíðar bátinn og þykir hann byltingarkenndur. Fyrsta eintaki á honum verður afhent til Fáskrúðsfjarðar í mánuðinum og hafa björgunarsveitarmenn þaðan komið að hönnuninni. Bátakaupin voru styrt 6 milljónir króna. Þetta er risa verkefni fyrir okkar litlu sveit. Þetta er 60 milljón króna verkefni, þannig að þetta eru alveg 10% í það. Við höfum verið í þessum opnu harðbátnabátum. Þannig erum við komin með lokaðan bát sem er hraðskreiður, miklu hraðskreiðari heldur en björgunarskipin sem við erum með. Þetta er bátur sem gerur okkur kleift að sækja lengra, gerur okkur kleift að sækja út með í stærri skip, jafnvel hjúkrunarfólk, lækna, þar sem þeir velum það borð og það gerur okkur kleift að koma með liggjandi sjúkling í land ef að þess þyrfti. Við erum náttúrulega það svæði á landinu sem er lengst frá aðstoð þyrlu. Grétar Helgi segir það skipta samfélagi máli að hafa aðgengi að félagi eins og Loðnuvinnslunni. Náttúrulega bara frábært fyrirkomulag á þessu félagi, að þessu eignarhaldi á Loðnuvinnslunni eða kaupfélaginu sem á Loðnuvinnsluna. Bara fólkið í samfélaginu á þetta fyrirtæki og það er engin krafa í rauninu einhverja arðsemi í einhverja vasa einhver staðar í burtu, heldur bara að krafan er að þetta fari í samfélagið og í styrki eins og þetta og ég fullvissu það að þetta samfélag myndi líta öðruvísi út ef við hefðum ekki þetta fyrirkomulag og þetta fyrirtæki og kaupfélagið sem félag. Starfsmannafélag Loðnuvinnslunnar fékk einnig myndarlegan styrk. Og við ætlum að fara í ferð kannski í haust, en við förum ferð næsta vor. Ekki búin að ákveða hvert þið ætlið? Nei, við erum ekki búin að því. Hefur þetta verið regla hjá okkur að fara í ferðir? Já, við förum að 2 ára fresti í eitthvað svona stóra ferðir. Hvert var að fara í síðustu ferð? Við fórum til Krítar í 8 daga og sem var frábær ferð hjá okkur. Starfsfólki hefur farið í beiniflugi frá Egilsstöðum. Kristín Hanna segir það lúxus. Við erum alltaf lengi vinnundaginn hjá okkur þegar við getum bara stokkið upp Egilsstaðir í flug. Tekur okkur 2 daga ef við förum til Reykjavíkur. Þetta er bara munur okkur öllu að fara frá Egilsstöðum. Flest önnur sjávarútvegsfyrirtæki landsins eru hrein einkahlutafélög. Við spurðum Friðrik hvernig munurinn eignarhaldinu horfði við stjórnandanum. Það er svolítið öðruvísi. Það
Það núna 280 félagsmenn með þeim sem gengu í félagi núna. Það hafa 80 félagsmenn gengið í félagi á síðust 2 árum. Það gerir það verkum að það er meiri vitund að mennum finnst menn eiga þetta félag og þykir ægilega vænt það. Og það er þetta lykilatriði að einn maður eitt atkvæði í samvinnufélaginu. Við vorum með deildarfundi fyrir 2 dögum. Það mættu 50 manns og þar koma tillögur og menn spurja mikið og menn þurfa að standa skil á því hvert þessum félagsmönnum. Hvers vegna við gerum þetta svona og hinsegin. Þannig að það er allt öðruvísi heldur hlutafélagsformið. Þá eru kannski nokkru stóri hlutafar sem eiga meiri hluta og hugsanlega fara með arðinn allan í burtu og svo framvegis og framvegis. Þetta er gjörólíkt form, þetta er mjög gott form. Það er að segja, að mínu viti í útgerð er þetta mjög gott form. Það er engin hætta að þetta fari úr byggðarlagi. Það er engin hætta. Þá er ekki fleiri þættir hjá okkur í kvöld. Við kveðjum ykkur frá Eskifirði. Bless, bless.